Fyrsti fyrirlesturinn í dag höldum við áfram í JavaScript og skoðum villur og villumeðhöndlun og regular expressions. En þegar við byrjum að skrifa kóðan okkar í JavaScript þá það líkt og í CSS og HTML. Við getum auðveldlega gert einhverja villur sem að geta valdið einhverju, eins og í HTML ef við lokum ekki einhverju divi eða í CSS ef við gleymum að setja curly bracket eða eitthvað. Nema munurinn að ef eitthvað brotnar í HTML eða CSS þá vafrinn mjög, hann fyrirgefur okkur það auðveldlega og heldur áfram og reynir að gera sitt besta til þess að láta hlutina virka. En það hins vegar á ekki við JavaScript. Af því að ef við gerum einhverja villu í JavaScript og við meðhöndlum hann ekki, þá keyrir ekkert meira JavaScript á síðun okkar. Sem gerir það verkum að það er meira brothætt. Og það leiðir til þess að komast fram hjá þessu og ein af þeim var kynnt í ECMAScript 5 sem að setja strict mode á kóðan sem við skrifum. Það leyfir okkur að sjá villur strax þegar við reynum að keyra forrit. Til dæmis ef við reynum að nota einhverja óskilgreinda breytur, við skilgreinum sama argumenti tvisvar inn í sama fallið og eitthvað svoleiðis meira. Og þetta getur við notað og þá setjum við einfaldlega þennan hérna streng inn í fallið okkar eða inn í forritið okkar. Inn í fallið okkar, inn í skrána okkar, þá setjum við þetta bara efst í skrána, eða í fallið okkar, þá setjum við þetta efst í fallið. Og þá optum við inn í þetta strict mode og það segir túlknum að þegar það rennt yfir í fyrsta skipti yfir forritið okkar, þá sendar út, eða þá kasta villum sem að eiga við brot á strict mode. Þetta eitthvað sem við ættum alltaf að setja á föllin okkar, að þegar við setjum þetta í skrán okkar og í þeirri skrá með mikið af forritskóða, þá vitum við ekkert hvaða kóði tilbúin til þess að vera strikt og hver ekki. Þannig að það betra að hafa þetta niður á föllin okkar. Þannig þá getum við séð dæmi það hér að við erum með fall sem hefur tvisvar sama argumentið og ef við höfum uStrict þá fáum við villu. Þannig að ef við prófum að keyra þetta, förum hérna í console og stækkum þetta aðeins. Við keyrum þetta án strict, þá þetta allt í lagi og svo köllum við á einhverjum tímapunkti og búumst við að fá 6, að þá fáum við villu á keyslutíma sem ekki gripin þá fyrir en það reynt að kalla í fallið, sem þá þessi villa sem kemur upp veldur því að keyslan á forritinu okkar stoppar, eða keyslan á því sem að nota að gerast þegar þetta kallað í þetta mun stoppa. En ef við gerum þetta með strict mode, þá fáum við strax villu það að við séum með syntaxvillu, að við séum með tvítekningu á parameter name hérna. Síðan getum við haft hér forrit þar sem að vantar að skilgreina þessa breytu. Það vantar hérna fyrir framan let eða var. Let myndum við alltaf vilja sjá. Og ef við keyrum þetta og tökum af strict mode, þá köllum svo í forritið. Þá keyrir þetta, en ef við skoðum núna, þá counter búið að leka inn í global scope hjá okkur. Þannig núna allt í einu einhverjar upplýsingar úr því hvernig þetta hérna forrit meðhöndlað. Sér í lagi að það var einhvern tímann talið og það var talið upp í 10. Að því núna lekið inn í global scopeið, sem ekki eitthvað sem við viljum. Þannig ef við keyrum þetta með strict mode, þá þetta keyrið hún bara, en sjá svona
hvað er can you hérna, þá kemur counter is not defined, þannig að þetta kerði áðan út af því að counter var í raun skilgreind á global scope, en núna þegar við kerum í þetta þá fáum við reference villu sem í raun passar upp á, þó svo að þetta gerist á keislutíma, þá í raun passar þetta upp á það að við séum ekki að blæða út einhverjum upplýsingum sem getur hugsanlega skemmt út frá sér. Þannig að þarna erum við bara að segja að við erum meira við erum passa samar um það hvað er að gerast í forritun okkar. En síðan munum við sjá í seinni fyrirlesturum hvernig við getum þá notað einhver svona linting forrit eins og við erum nota stylint fyrir SAS til þess að passa upp á þetta í raun og meðan við erum að skrifa forritun okkar og hvernig við getum þá tengt það inn í ritilin okkar til þess að sjá þetta gerast í raun jafnáðum og ekki vera og í raun frekari leiðir til þess að búa til skýran og kóða sem að bæði uppfyllir þá einhvern kóðastíl og er með minni líkurum á einhverjum villum. En þegar við erum að forrita með JavaScript og yfir höfuð, þá er oft svona besti vinur manns að setja bara eitthvað svona console log þar sem við erum að skrifa bara eitthvað, ég er hér, ég er með þessa breytu sem þetta, en við höfum líka möguleika á því að keyra debugger í vafranum, sem þýðir þá er við getum keyrt forrit og þegar við keyrum forritið þá getum við beðið vafranum að stöðva keysluna í þeirri línu eða í einhverju línu og þá getum við séð nákvæmlega stöðuna á túlknum, hvað allar breytur hafa, hvað gildi þær hafa á þeim tímapunkti og síðan getum við keyrt forritið okkar línu fyrir línu í gegn og séð þá hvernig forritið okkar er að haga sér og hugsanlega þá fundið einhvern bug í leiðinni á meðan við erum að skoða þetta. Það er bæði hægt að gera með því að setja inn þetta debugger lykilorð eða með því að opna inspektorinn þegar við erum með eitthvað JavaScript forrit í gangi þar og kveikja á þá debuggerinn þar. Þannig ef við keyrum hérna aftur eins og þetta hérna forrit og við setjum hérna inn debugger og skilgjum bara þetta forrit og köllum svo í það og þá núna stoppar vafrinn okkar vafrinn minn í þessari línu út af því ég er með DevTools opið og við erum núna komin hérna í debugger og debugger segir hérna debugger paused, þannig að við erum hérna búin að keislan er í raun paused. Við getum séð að við erum hérna að kalla úr einhverju anonymous falli og það er bara konsolið sjálft. Við erum að kalla í forritið can you spot a problem. Við erum með local breytur hérna, það er einhver breytur sem heitir this sem við ætlum að skoða í næsta tíma og svo global, einhver sem þarf að mjúta. Við sjáum síðan global breyturnar hjá okkur, það er þá í raun bara window með öllu því sem fylgir þar. Síðan getum við sett inn eitthvað watch expression sem þýðir þá í raun við erum að fylgjast með einhverju expressioni. En síðan getum við farið hérna upp og við getum í raun haldið áfram að keyra forritið okkar eða við getum í raun stigið yfir í næsta kall eða við getum stigið yfir það, við fyrum ekki inn í kallið eða við getum stigið inn í fallið, til þess að þetta fall myndi kalli eitthvað annað fall og við getum stigið út úr falli og síðan getum við bara stigið áfram. Þannig að nú stigum við áfram og þá erum við komin í for lykkjun okkar. Nú gerum við aftur og þá er þetta hérna expression búið að keyra. Þannig að nú getum við búið til hérna, bara við ætlum að fylgjast með counter er 0, svo höldum við áfram. Nú kemur console log, þannig að við förum núna hérna, nú er búið að kalla í console log, þannig að það er búið að skrifa þetta út hjá okkur. Við sjáum að counter er núna að fara að stækka, þannig að núna stækkaði counter upp í 1 af því við vorum í raun að keyra þessa hérna breytu. Síðan keyrum við bara áfram og þá keyrum við bara í gegnum forlykkjun okkar og alltaf er þetta hérna að keyra. Við getum sett í raun eitthvað expression hérna inn. Þannig að við getum séð í raun hvað eitthvað afleitt state er, þannig að við varum að gera eitthvað fleiri hluti og við vildum sjá í raun hvað er eitthvað millibili á einhverjum breytum, þá getum við séð það.
svo getum við haldið áfram bara þangað til að við erum annarkvæmst búin að finna villuna eða búin að komast að við þurfum eitthvað að bæta okkur úr kóða eða eitthvað svoleiðis. Síðan getum við líka farið og sett í raun stopppunkta í forritinu svona. Þannig að núna ætla ég að stoppa hérna við næsta í raun increment á þessu. Þá get ég ítt í raun bara resume og þá stoppar það næst þegar þetta hér er keyrt. Og ég get gert aftur resume, stoppað aftur hérna. Við sjáum alltaf að núna þetta hækkar að þegar við erum í raun að keyra forritið þangað til við komum að þessu hérna næst. Eða ég get bara stoppa hér og þá er ég komin er ég að fara út úr fallinu og þetta er þá seinasta stateið í fallinu áður en við förum út úr því. En núna ef ég gerir step þá er ég komin í það að ég var að kalla í þetta seinast og núna er ég komin inn í Reveal.js sem er JavaScript frameworki sem sér að keyra glærurnar mínar. Þannig að þá sjáum við að við erum núna í einhverju layout hérna sem er að keyra on window resize og þetta er þá eitthvað sem keyrir í raun, þetta er einhver event en nú getum við bara keyrt áfram og leyft bara öllum forritunum að keyra sem við erum í. En ef við sem sagt erum með einhver önnur forrit eins og þetta hérna sem er bara einhver 2000 plus línur af JavaScript kóða sem er að gera alls konar þá getum við farið hérna inn og við getum fundið einhvern stað og við getum sett breakpunkt á þá staði og þá er keyrt aftur og þá mun debuggerinn stoppa hér. Síðan getum við líka haft kveikt á þessu hér sem segir þá ef það kemur upp eitthvað exception í keyslu á forritunum okkar og exception er það sem við sjáum eftir þá mun debuggerinn grípa inn í, stoppa og segja heyrðu, hér er eitthvað exception að fara í gang. Þú getur séð kontekstið og hugsanlega komast að því af hverju einhver villa er eiga sér stað. Og svo getum við líka sagt ef það er búið að grípa þá getum við líka sett hérna pause on code exceptions. En það er einmitt þessar villumeðhandlanir með try, catch og exceptions. Það er þessi hugmynd það að ef einhver villa kemur upp inn í einhverju falli eða inn í einhverjum kóða að þá getum við kastað villum og þá erum við að kasta villum og þá erum við að segja að það er eitthvað exceptional state í gangi og í staðinn fyrir að nota eitthvað return eða eitthvað svoleiðis þá erum við bara að hringja einhverju viðvörunarbjöllum og við erum bara að segja hér er allt í klessu og það er í klessu út af því að þetta gerðist og þá er það villan og þá köstum við villunni og þá erum við með eitthvað call stack sem er þá forritið okkar byrjað að keyra inn í einhverju falli sem kallaði eitthvað annað fall sem kallaði eitthvað annað fall sem kallaði eitthvað annað fall og við sjáum þessa leið að fallinu okkar og þetta er þá kallaði call stackurinn þetta er stack sem er síðan alltaf poppaður þannig að þegar við erum búin með þetta þá fjarlægð við að stacknum förum í næsta gildi fyrir ofan þá getum við koma fyrsta stackinu og þá erum við með tóman call stack og þá forritið okkar búið að keyra en þegar þessum villum er kastað þá á þessum tímapunkti þar sem villun er kastað tekin snapshot af því hver call stackurinn er hvað er að gerast á hvaða punkti og rakið tilbaka og svo villan send upp call stackin og það alltaf tækifæri fyrir kóðan þar að grípa villuna og vinna úr henni og halda áfram eðlilegri keyslu á forritinu eða ef villan er hvergi gripin og meðhandluð þá fer villan upp allan call stackin og í keyslu umhverfið það sem kemur villa sem stöðvar keyslu á forritinu. Þannig að við getum gripið þessa villur og gert eitthvað í þeim en í sömu tilfellum þá höfum við ekki nægarlegar upplýsingar á þeim tímapunkti til þess að gera eitthvað í þeim og þá getum við hugsanlega loggað villuna, við getum skrifað eitthvað út hvað gerðist, við getum skráð villuna í gegnum eitthvað svona villutracking forrit sem leyfir okkur þá að sjá allar villuna sem kom upp og þá getum við gripið þær og gert eitthvað í þeim seinna meir eða við getum bara ekki vitað af þeim og þetta eitthvað sem gerist þegar við erum búin að skrifa ykkur JavaScript forrit við setjum þau á vefinn við segjum þetta var vel gert nú ég farin í eitthvað annað verkefni en þarna einhver kóði sem að keyra á tölvum hjá einhverju fólki út í heimi og ef það kom upp einhverju villu sem við höfum ekki gert ráð fyrir þá lendir bara fólki í því að sjá þessa villu og vera bara eitthvað þetta ekki nógu gott, það eitthvað bila hér og fer bara eitthvað annað en ef við setjum upp svona kerfi til þess að fylgjast með villunum þá getum við safna saman þessum villum
og þetta eitthvað sem við munum skoða í vegferðum 2 núna á næsta ári og er svona partur af því að vera með svona sterkt og solid plan það hvernig vefurinn okkar hegða sér og hvernig við erum í raun að fylgja eftir hvað að gerast þar. En þegar við erum að kasta villu þá getum við gert það líka í forritunum okkar, þannig að við getum í raun skrifað einhver forrit sem að taka við einhverjum upplýsingum og ef einhver kallar í forritið okkar með vitleysu inntaki eða gerir eitthvað sem að við vitum ekki hvað að gerast eða þá við erum að kalla einhvern annan kóða sem að kastar villu, þá getum við í raun tekið höndla villuna, kasta henni aftur eða gert eitthvað við hana. Þannig að við getum í raun initiata svona villu og þá gerum við það með throw og þá höfum við í raun error hlutinn sem innbyggður í bara umhverfið, hann bara skilgreindur í JavaScript sem heldur utan villuna og passar upp á í raun þetta stack trace, þetta call stackin sem að eru með og eitthvað message sem þá í raun hvaða vill að koma upp. Og við getum í raun bara gert throw error og svo eitthvað skilaboð og þá mun það fara upp í gegnum keisluforritið, í gegnum keisluumhverfið. Og þá fáum við þetta stack trace og síðan á þeim tímapunkti þar sem þessi villa er að fljóta upp, þar sem hún að fara upp call stackin, þá getum við gripið hana á einhverjum tímapunkti og í raun gert eitthvað í henni og þá notum við try catch sem að reynir þá í raun að keyra einhvern kóðabút og ef það kemur upp vill í honum þá eitthvað catch sem að mun grípa villuna. Þannig að þá setjum við þetta utanum kóða sem gæti kasta villu. Þetta gæti til dæmis verið, við erum að kalla í eitthvað fall, eitthvað innbyggt fall í JavaScript, eitthvað sem að leyfir okkur til dæmis að kalla í opna eitthvað skjal sem á öðru networki. Við erum að sækja einhver gögn úr einhverju vefþjónustu og ef allir með svo vefþjónustu niðri þá myndum við hugsanlega fá exception og þá gerum við eitthvað í því hér. Síðan getum við sett finally sem þá partur sem að keyrir alltaf. Þetta þá á meira við kannski þegar við erum í forritum sem að opna skrár, gera eitthvað við efni úr skránni og loka síðan skránni. Þegar við opnum skrár þá erum við lett fá við svona, þá látum við stýrikerfið vita, við erum að opna skrána hérna, þá er enginn að opna skrána meðan ég er með hana og svo þurfum við að kalla eitthvað fall að segja ég er búinn að vinna í skránni og þá myndum við gera það í finally. Og þá bætist við finally hérna í lokin á eftir try catchinu og þetta þá eitthvað svona upprensun, loka einhverju tengingum eða gera eitthvað. Þannig að þá verður þetta svona, við reynum eitthvað, það kemur upp villa, hvort sem að það gekk eða kom upp villa, þá keyrum við alltaf einhvern kóða í lokin. En síðan eru í raun algengar villur sem við getum fengið þegar við köllum í einhverju innbyggföllum að gera með eitthvað villus. Það getum við verið þegar við köllum fáum type error þegar það er einhvers konar villa í típukerfinu og hérna það er eitthvað echo í gangi. Já. Þegar við köllum í eitthvað og við fáum tilbaka eitthvað gildi sem ekki hægt að nota type coercion til þess að láta ganga upp, þá fáum við type error. Eða reference error sem svona null reference error þegar við erum að gera eitthvað sem óskilgreint á breytunni og fleiri. Síðan getum við búið okkar eigin villu eða gripið nákvæmlega þær villu sem hafa komið upp með því að athuga með instance of virkjanum sem tvíþættur virki sem athugar hvort einhver hlutur sé típa af einhverju sem við gefum upp. Þannig að þá getum við vitað ef að það kemur upp type error þá getum við gert eitthvað sérstakt við hana eða ef það er reference error getum við gert eitthvað sérstakt við það. En í mjög mörgum tilfellum þá í raun bara þetta catch það sem að þá exceptionið. Og hérna sjáum við getum í raun ekkert þetta er ekkert skilgreind breyta, hún er bara hérna. Þá bara gerum við eitthvað við hana yfirleitt bara almennt, ekki eitthvað sérstaklega ef þetta er type error eða reference error. Þannig að við notum þetta þegar við erum að kalla í einhvern kóða sem að við erum óviss við höfum ekki fulla stjórn yfir og gæti hugsanlega eitthvað komið upp. Við vitum það ekki, við erum að kalla í einhvern kóða sem að við fáum úr npm pakka
sem einhver keisla sem að tekur hugsanlega einhver tíma og við vitum ekki hvort það getur komið upp einhver villa. En þetta samt svona tvíeggja sverð, að þegar við setjum bara eitthvað try catch utan allan kóðan okkar, að þegar einhvers staðar gæti hugsanlega komið upp villa, þá getum við verið að fela villurnar okkar og búa til kóða sem erfiðar að debugga. Þannig að við reynum að setja utan eins fáa línur í einu og við getum. Þannig að þá getum við verið með einhvern kóða sem svona, að það eitthvað setup keyrt og það eitthvað result sem að kemur og þetta eitthvað sem að mun kasta villu og síðan ætlum við að gera eitthvað við niðurstöðunar og við setjum bara allan kóðan inn í try catch. Að þá getur raun verið ef að þetta hér eitthvað kastar villu eða þetta hér kastar villu, þá raun blandast þetta allt saman og við vitum það verður erfiðara fyrir okkur að sjá raun hver ástæðan fyrir villunni. Kannski það eitthvað hér en við verðum einblínum á þetta, þannig að þá verður frekar að gera eitthvað svona sem þá í raun nákvæmlega línan sem við viljum og gera eitthvað í þeirri villu og ef að það gæti komið upp eitthvað annað í þessari hérna villu að hafa líka try catch utan það. Að þá á sama skapi. Þá ekki eitthvað sem við þurfum að í raun að vera að setja try catch utan hverja einustu línu í forritinu okkar, heldur þurfum við í raun að finna. Þetta svona tilfinning sem kemur, hvenar viljum við nota try catch og hvenar ekki. En ef við skoðum sem sagt dæmi sem sagt try catch færum þetta bara yfir hingað, gerum þetta hérna. Hérna erum við búin að búa til forrit sem að mun kasta villu, en það gerist ekkert í raun fyrir en við köllum í forritið sjálft. Og síðan ætlum við að ef við köllum í þetta án þess að gera eitthvað, við köllum hérna í throw errors, þá fáum við upp villu hérna. Þannig að þá núna út af því að við gerðum þetta hérna áðan, þá pausar núna debuggurinn á þessum stað og segir bara eitthvað, það að koma upp villa hérna, og þetta stendur eitthvað promise rejection og við munum sjá aðeins betur eftir hvað það að þá sjáum við í raun, þá höfum við tækifæri til að gera eitthvað, en ef við myndum í raun slökkva þessu, þá hefðum við bara farið beint hingað og fengið þetta hérna, uncaught error villa at throw errors, þá sjáum við hérna lína 2 í því falli sem þessi hérna og úr anonymous sem þá í raun bara þetta hérna case umhverfi sem í hér. Þannig að þetta þetta stack trace, þetta hérna, og þetta í raun vill-típan, þetta í raun bara að segja okkur að það hefur verið uncaught error og þetta villu skilabóðin. En ef við gerum þetta svona, þannig að við setjum try catch utan þetta, slökkti ég ekki á, slökkum að þessu og við keyrum þetta og þá í raun keyrir þessi hérna partur, af því að ef við hefum gert þetta öfugt, þess að við gerum þetta svona, hreinsum hérna, við gerum þetta svona og svo ætlum við að kalla í console log hi í framhaldinu, þá fáum við ekki þessi hérna skilabóð þegar forritið okkar hættir að keyra þegar villan kemur upp hérna. En ef við gerum þetta með þessu, að þá grípum við villuna og þá fáum við ekki þessa hérna villu skilabóðin hérna, heldur þetta okkar kóði sem að keyrir hérna, segir greip villu, loggar út villuna, þá getum við gert eitthvað við hana og svo keyrir forritið okkar áfram. Þannig að þetta hérna keyrir áfram. Og þetta þá munurinn á því hvað gerist ef við erum með meðhöndlaða og ómeðhöndlaða villur. Síðan getum við ef við erum með eitthvað fall hérna, þar sem við erum með eitthvað fall sem af handahófi skilar okkur 0 í cirka 50% tilfella og við sækjum eitthvað gildi hérna úr og þetta keyrir í raun rétt í flestum tilfellum, en stundum í raun mun þetta ekki keyra rétt. Þannig að þá keyrum við nú kom í raun type error, þannig að við fengum hérna type error út af því að þetta hér fall skilaði 0, út af því að math random skilaði tölu sem var hærri 0,5
math random skila tölu á bilinu 0 og upp í 1, ekki að einum og þá gripuðu villuna hérna og það var þá út af því að við reyndum að gera hérna null.s og null í raun gefur okkur reference villu, type error, og síðan getum við kallaði þetta hér, ef við myndum gera þetta svona, setjum bara eitthvað hérna svona, gera reload ánum, og núna erum við að búa til breytu sem við síðan köllum í eitthvað annað hérna, þetta hérna er ekki skilgreind, þá getum við ekki lesið property s of null, og gera þetta aftur. Nú fáum við syntax error út af því að ég pastaði inn kóðan og þá var búið að skilgreina þetta const result hérna í global scope, þannig ég verður að reloada browserinn aftur. Ég óheppinn með, ég geti líka bara breytt þessu og tekið þetta út, svona, keinum þetta og núna fáum við reference error að við segir hérna s er undefined og þá erum við að reyna að gera eitthvað við s sem er hérna, þá fáum við reference villu hérna. Þannig svona getum við að vita hvort er hvað, sem er samt ekkert alltaf það sem við verðum að gera. En lókum þessu. Skoðum aðeins núna regular expressions. En regular expressions eru á íslensku reglulegar segðir og eru þá eitthvað mynstur sem við skilgreinum í texta til þess að keyra á móti öðrum texta og gera eitthvað við hann. Athuga hvort hann fylgi einhverju ákveðnu fylgi mynstrinu, grípa út úr honum einhvern part eða einhvern veginn vinna með hann. Og þetta er afskaplega kraftmikið. Þetta getur verið orðið afskaplega flókið og oft óskiljanlegt. En þetta er í raun bara eitthvað svona verkefni sem við látum liggja milli hluta að læra að skrifa svona flóknari reglulegar segðir. Við ætlum aðeins að skoða hvernig við notum þær í JavaScript og dæmi sem gæti verið handhæg seinna meir. Það er auðvelt að grípa til þessa og segja bara eitthvað ég veit í rúnda regular expressions, það hlýtur að vera leiðin en það er yfirleitt ekki leiðin af því þær eru það flóknar og þetta er svolítið frekt svona quote meðal forritara. Some people when confronted with a problem think I know, I'll use regular expressions. Now they have two problems. Og þetta til dæmis klassískasta dæmi er hérna ég er að vinna með einhvern HTML texta og ég þarf að grípa út úr HTML textanum eitthvað ákveðið textabrot. Og ég veit, ég nota bara regular expressions og reyna að lesa í kringum hérna, þú veist, opnast eitthvað element, opening tag og closing tag. Það virkar stundum en svo þegar þú ert komið með aðeins flóknari HTML þá hættir það að virka því að HTML, þú getur ekki unnið í það er oflókið mál til að geta verið túlkað með regular expressions þannig að það þarf alltaf að nota einhvern parser til þess að vinna úr því. En við getum búið til með regexp hlutnum í JavaScript getum við búið til regular expressions og þá er það einhver segð og svo einhver flögg. Svo getum við líka gert það með öðrum með því að nota forward slash segðina og forward slash og flöggin og það er þá í raun, þetta er sambærilegt, þetta er það sama hér. Og þessi flögg er strengur sem stillir hegðunina á því hvernig regular expressionsinnar virka. Og strengurinn er skrifaður samkvæmt bara reglum sem eru bara hvernig skrifum við regular expressions og það verður til stöðvél sem er þá í raun, það er einhver byrjunarstaða, við athugum, getum við farið úr þessar stöðu í þessa stöðu og svo framvegis með í raun eftir hérna reglunum og þá erum við til dæmis með hérna reglulega segð og hún túlkast sem sagt þetta hérna þegar strengurinn á að byrja á þetta segir okkur eitthvað bil og þá sérilega hér er bilið 0 til 9 þannig að þetta eru allar heiltölur og við viljum fá eina eða tvær heiltölur síðan viljum við fá eitthvað magn af stöfum þess að punktur er bara einhver stafur og stjarna því er 0 til n tilvikað á honum en að lokum á strengurinn að enda á A, kannski B og svo C og svo er dollarmerki því strengurinn endar. Þannig að þetta er skilgreinir
endalaust marga strengi út af því að við höfum þetta hér á milli en þeir verða allir að byrja á 1 eða 2 tölum og enda á AC eða ABC. Þannig að við höfum þetta hér, við höfum eitthvað til að skilgreina bil. Það getur þá verið í raun A, B, C, D, alla tölur, allir ASCII-stafir. Unicode er þetta við sem við getum ekki gert A til Ö. Við þurfum í raun að nota aðra leiði til að fá íslenska stafi eða Unicode-stafi þannig inn. Við getum sagt byrjun og enda á strengi. Við getum sett svona hatt í byrjun á bili til að segja í raun þetta er eitthvað sem við viljum ekki. Þannig að þetta er svona neitað bil. Við getum sagt \s til að fá bara eitthvað white space, einhvern staf einu sinni eða oftar, sem sagt ekki 0 sinnum eða oftar, hérna er 0 sinnum eða oftar, eða n til m sinnum. Og þetta er þá í raun eitthvað gæti verið eða gæti ekki verið. Síðan erum við með flagg, þau eru nokkur, til dæmis G fyrir global, sem því er í raun leitaði þessu í öllum strengnum sem kemur inn, ekki stoppa við fyrstu niðurstöðu sem við finnur. Ignore case fyrir I, ekki vera hástafanafn sem regular expressions eru í grunninn. Multiline, sem því er með streng sem er með new lines inn í, þá getum við látið þessa hérna gaura virka þrátt fyrir það. Síðan getum við farið ennþá flóknara, við getum búið til í raun grúppur með þess að síðan getum við sett inn sub-expressions með svigum og þá fáum við niðurstöður úr svigunum. Þar við getum notað þess að grípa út eitthvað gildi í strengur sem við erum að athuga. Og síðan eru í raun föll í JavaScript sem leyfa okkur að vinna með þetta og þá getum við athuga hvort að einhver strengur passi við regular expressionið okkar sem er þá regular expressionið, test, einhver strengur. Svo getum við keyrt hann á móti til þess að fá í raun þessar niðurstöður og svo getum við keyrt þetta öfugt í raun. Frá strengnum getum við athuga í raun mattsað fengi hvað við fáum út úr regular expressioninu. Og síðan það sem við notum þetta kannski svona mest er í raun þegar við erum að replace einhverju. Við ætlum að skipta út öllum tilvikum af einhverjum streng við ætlum að taka öll 2 bil og breyta þeim í 1 bil, bara til þess að hreinsa upp bilin í strengnum okkar. Og þá getum við notað þetta replace. Við viljum skipta út einhverju ákveðnu staf fyrir einhvern annan staf. Þá getum við keyrt þetta svona, þá getum við athugað hello, segðin getur bara verið hreinlega bara 1 strengur, er segðin hello í strengnum hello heimur, já, hún er í honum, en hi, er hi í strengnum? Nei, hi er ekki, er há og kannski I, já, út af því að ef við fjarlægjum þetta þá er há vissulega í þessum streng. Síðan getum við búið til regular expression. Þá getum við fengið hérna quick og svo er þetta hérna í raun white space, brown innan sviga sem verður þá sub-expression, einhverjir stafir, hugsanlega eða ekki, jumps, og þetta á að vera hérna in case ekki case sensitive út af því að við erum með lítið jóð hér og stórt jóð hér og þetta á að vera global, þetta á að finna allt og ef við keyrum þetta þá fáum við hérna niðurstöðuna quick brown fox jumps og við fáum síðan subgrúpunur okkar hérna brown og jumps og við fáum síðan inputið sem var skilgreint hérna. Já, svo getum við líka gefið þessum grúpum nöfn en það er kannski aðeins lengra. Og svo getum við notað hérna, getum við keyrt eitthvað svona og þá erum við raun að skipta út einhverjum ákveðnum streng fyrir einhvern annan streng og þá er raun verið þetta G hérna, ef við tökum það, þá er raun bara fyrsta tilvikinu skipt. Já, þannig að við munum hugsanlega nota þetta í einu verkefni núna í lokin en ég ætla að skipta út, ég ætla að fara yfir eldsnöggt yfir annan svona styttri part áður en við tökum pásu.